Í tölfræðinni verið að vinna með nokkur grunnhugtök, meðaltal, lægsta gildið, hæsta gildið og miðgildið. Þessi hugtök koma fyrir aftur og aftur í tölfræðinni og ég ætla pínlítið útskýra hvernig þau eru annarkvort fundin, leyst eða reiknuð. Og við skulum ímynda okkar að við séum með nemanda hérna, hann Jón. Jón í 5 fögum og hann tekur hérna lokapróf í þessum 5 fögum og í fyrsta faginu fær hann 7, í öðru faginu fær hann 8, þriðja faginu hann með 8 líka, hann fær 7 í 4. faginu og 9 í 5. faginu. Við ætlum að reikna út meðaltalseinkunn hans Jóns. Meðaltal táknað með þessu X með striki yfir. Það þýðir í raun og veru að við erum að fara að leggja saman öll gildin og deila með fjölda þeirra. Þetta E-merki táknar summu eða samlagningu, þannig sem við leggjum saman tölurnar. X-in táknar þá tölurnar, einkunnirnar í þessu tilfelli, og N-ið táknar þá fjölda einkunnanna eða talana. Leggjum saman einkunnirnar 7 + 8 + 8 + 7 + 9 og deilum með fjölda þeirra sem þá 5, að því einkunnirnar eru 5 talsins. Nú summa einkunnanna 39 og ég deili með fjölda þeirra 5, þá fæ ég út að meðaltal eða meðaltalseinkunn hans Jóns 7,80. En skoðum þá hver lægsta einkunnin hans Jóns. Við köllum þetta lægsta gildið en það vegna þess að við gætum verið að tala einhverja öðruvísi tölur, ekki bara einkunnir, gætum verið verð á vöru eða sentimetrar á hæð drengja eða stúlkna og svo framvegis. Þannig að við tölum gildið í staðinn fyrir kannski lægstu einkunn eða hæstu einkunn. Gildið þó lægsta talan. Og ef við skoðum einkunnina hans Jóns, þá 7 lægsta einkunn sem hann að fá. Þannig að lægsta gildið þá 7. En hvert þá hæsta gildið? Þá ger ég það sama, ég kíkja á einkunnirnar hjá Jóni og leita að hæstu einkunninni og það þessi 9. Þannig að hæsta gildið hjá Jóni 9. En hvert þá miðgildið? Miðgildið fundið þannig að ég þarf að taka þessar einkunnir og raða þeim í röð. Það eiginlega hentugra að gera þannig. Þannig að hér ég búin að raða einkunnunum í röð frá lægstu til þeirra hæstu og ég leita að miðjunni. Þetta eru 5 einkunnir, þannig að það tiltölulega auðvelt að finna miðjuna. Miðgildið þá sú einkunn eða 8. En gerum ráð fyrir að Jón taki 1 próf í viðbót. Það 1 fag hérna sem hann átti eftir og varð að taka prófið í. Við vissum ekki af því. Þannig að við þurfum hann tekur þá 6 próf. Fær 6 einkunnir og gerum ráð fyrir að hann bæti 7 í viðbót. Þannig að nú þetta 6 einkunnir sem hann með. Hvernig þá miðgildið fundið? Það engin einkunn hérna akkurat í miðjunni, eins og hérna ef það voru 5 einkunnir. Það sem ég ger þá ég tek þessar 2 einkunnir sem hérna í miðjunni, 7 og 8, finn meðaltalið þeirra. Það að segja legg þar saman og deili með fjölda þeirra, sem þá 2. Þá fæ ég út að miðgildi hans með við 6 einkunnir 7,5.